Góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, það bara stutt í jól, ég held að jólið sé á föstudaginn, ekki spennandi jól svona fyrir vinnandi fólk, að þetta eiginlega bara ein helgi og svo verður náttúrulega eins og alltaf hérna gamlárskvöld og nýjársdagur eiginlega bara helgi líka. Það allt vittlust í bænum mér sagt, því að það er að koma reglugerð auknar takmarkanir. Og þá fólk núna að reyna að rumpa jólunum af sem að kannski það reikna með að gera á 3 dögum á bara núna í kvöld, sko, bara á nokkrum klukkutímum. 3 klukkutímum? Já, bara mikil stemming. Herðu, en við erum með aðventir, höfum verið að tala við mikið baráttufólk og það komið hingað til og nú komin maður sem hefur staðið í baráttu bara síðan elstu með muna, líka við að segja, það bara verið 50 ár. Meira. Já. Hörður Torfason, velkomin. Takk fyrir. Ég ætla ekki að kynna þig en við munum ræða svolítið svona þína baráttu en af því að svona fyrstu átökin þín tengja svona hver þú ert sem samkynniður maður og það að fá að lifa í samfélagi sem sá sem maður samfélagi sem maður vill ekki taka manni sem svona margir hópar sem að vera í sleikir baráttu, bara svartir í Bandaríkjunum og ykkur fleiru, það þurfa bara að berjast fyrir því að vera sko fullgildur þáttakandi í samfélaginu. Má ég spyrja þig að því að þetta svona persónulegt. Geturðu sagt okkur frá því þegar þú rennur upp fyrir þér að þú sért samkynniður maður í samfélagi sem að var eiginlega ekkert rætt þau mál og kannski engar sýnilega fyrirmyndir, engin litteratúr nema sá sem að var að halda þig fram að þú værir sko óhreinn og syndugur og illur. Hvað geturðu sagt mér frá svona augnablikinu þegar að þú svona áttar þig á því að þú verður líklega að gangast við því hver þú ert í samfélagi sem bara vill ekki sjá þig? Já, ég átti svo sem aldrei neinum vandræðu með það. Þetta var ekkit svona stór stökk. Nú var hljóðið. En ég veit ekki hvað að gerast. Hljóðið farið af hjá okkur? Já, ég heyri þér. Já, ok. Það var í mínu tilfelli, þá það sko, ég ekki, var ekki í neinu dramakasti, meira heldur svona, ég var sáttur við að vera það sem ég hef alltaf verið það og ég átti foreldra sem að þegar ég rætti þetta við þá sagði við mig að sko, þú getur ekki verið annað en þú ert og við elskuðum ekkert minna en hinn börnin okkar og vertu bara það, við verum alltaf standa með þér. Þannig að þetta reyndist mér engin... Segðu mér, hvenær þetta sem að þú segir foreldranum frá þessu? Hvað þú gamall og hvað ár eru að tala um? Ég verið svona 18 ára í kringum, 63, 63. Hvernig stendur að foreldrarnir hafa þessa afstöðu? Því að hitt vel algengara, að fólk fær bara sjokk og það eiginlega algengara í sögunum, sko. Já, pabbi átti góða vini og foreldrar mínir átti góða vini sem voru hommar. Ég átti frænda sem var hommi. Og þekktur og það sem einkenndi flesta þessa stráka og þessa kallmenn sko, sem ég sá til og átti erfitt með að tengjast þeim vegna þess að það var svo mikið óregla. Þetta var fólk menn sem voru niður, það var bara búið að brjóta það niður. Sko. Og ég þekkti einn afabróður minn og hann reyndist mér nú vel en illa í leiðinni. Hann skelfdi mig einu sinni, hann réðist á mig og ætlaði að gera eitthvað við mig. Sko. En það bjargaðist nú. En ég veit að ég hef alltaf haft aldrei svona fjarska á veröldina. Ég svona halla mér aftur og reynt að skoða hana og ég held að það hefði byrjað hansi snemma. Því að ég held að það hefði verið ljóst að sko, þetta var... Ég var ekki nefnum dramakast yfir þessu, ef ég segi þessu svo. Og ég held alltaf og ég rætti þetta víða heim við fólk að þetta kjarninn í tilverum hans eru foreldrar.
og ég hugsa oft sko tilbaka hverju voru mestu hamingjustundir í mínu lífi sem barn og það var þegar maður var með pappa og mömmu og hvort það var í labbitúrar eða bara heima eða hlusta á sögur eða útvarp eða spila og syngja hvað það var þá voru þetta svona myndi ég segja kjarnin í mér sem manneskju. Þú upplifir ekki það sem er kallað og þarf ekki að vera í svona átöku til þess að upplifa svona svik gagnvart foreldrunum eða svik foreldrana gagnvart manni þegar oft sem að fólk upplifir þetta svona einhvern tímann á bilinu 7-14 ára, þannig að þú ert raunverulega með minningur foreldrana sem svona öruggan faðm. Já, þeir eru minn klettur í lífinu, bæði tvö. Þau skildu og mamma fluttust úr landi 71 og ég var alltaf í góðu sambandi við bæði, alveg fram á síðustu stundu. En hommarnir sem þú þekktir og þau þekktu, þeir voru svona, kannski vissi fólki kringum þá að þeir væru hommar, en þeir gera, þetta er svona kannski eins og í bandaríska sjóhernum að þú mátt vera hommi en þú mátt bara ekki tala um það. Þannig það er svona staða í samfélaginu þar sem að svo framalega sem þú ert ekki að flagga því hverðu ert þá máttu vera í friði, en ef þú flaggar því hverðu ert þá er bara fjandi laus. Já, þess vegna var mjög algengt að karlmenn hommar björguðu sér fyrir horn með að segjast þeir eru bisexual eða svona beggja blands. Þá máttu þeir vera með, svona með ákveðnum skilyrðum. En ég veit ekki, ég lenti í þessu í byrjun þegar ég 21 árs og átta mig að það eru fleiri hommar í veröldinni svona á mínu reki, sko. Þetta var svo falið, þeir sem ég vissi hérna í Reykjavík voru menn mjög illafarnir og mun eldri en ég og ég fann enga samstöðu með þeim, ekki nokkra. Og svo kemur inn ég kynnist hópnum sko, svona neðanjarða hópi, þetta allt í felum þá. Og þá ég 21 árs, það hefur verið 66. Ég hef nú lýst þessi í bókinni Tabú, sem var þessum æsku árum mínum og þá var ég komin í leiklistaskóla og það svona truflaði mig þessi drykkja, þó ég hafði tekið þátt í byrjun þá var ég fljótt að grífa nútur ég hef alltaf verið vinnandi, ég hef mjög svona iðinn, eins og oft verið bett á það og ég hef aldrei blandað saman þó ég drekki vín stundum að þá er það ekki saman í vinnunni, ég vinn ekki og drekk, það var reynt að kenna mér það á sínu tíma en það misheppnaðist gjörsamlega. Ég man eftir einhvern tímann að hafa heyrt þið segja frá viðtalinu svo ferði í sem er sögufrægt. Mér minnir að það lýst í þannig eins og þú hefur ekki svona alveg áttaði á því hvað þetta var stórt og svona. Þannig að má ég spyrja því þegar það svona ágrund kemur að koma svona opinber út úr skapnum. Á hún rætur inn í einhverju svona hommasamfélagi þar sem að vera að ræða nauðsyn þess eða var þetta svona bara einkanlega ákvörðun sem að þú tekur og kannski með svolítið svona skakka sín á það hvaða afleiðingar getur haft vegna þess að þú kemur úr kannski svona meira öryggi og meiri stuðningi heldur en kannski flestir. Svona þínu nærumhverfi. Sko, ég rek þetta inn í leikhúsið, ég mennta mig sem leikhúslistamaður og ég lendi í krísu þegar ég var aldrei að fela að ég var í hommi, ég var heldur ekki að flagga því, en ef ég var spurður þá sagði ég bara já, þetta var ákveðlega einfalt. Og svo lendi ég í því að mér oft ýtt til hliðar, maður fær þetta einelt á sig, og þessi samkeppnisandi sem oft verður til þess að maður svona mann ýtt til hliða og reynt að gera manni harm og meðamann en ég tók það aldrei svo nærri mér og ég fór að spyrja sjálfa mig sko eftir ég útskrifaðist ég verð landsfrægur eiginlega bara ári eftir að ég útskrifast sem leikari í gegnum tónlist og fræði var bara mikla metsöluplötu, ég man alveg eftir henni, ég er nú yngri en þú en ég man alveg eftir henni sko úr minni æsku. Og lögunum þínu sem ómuðu bara í útvarpinu linnulaust sko.
Já, þetta og ég var þá staddur í Kaupmannahöfn, ég hafði engan áhuga að fara til Íslands, allt í einu leið mér vel í lífinu og átti fullt af hommavinum og maður þurfti ekki að vera blindfullur og til að fara að djammast og þetta bara lífið var gott í Kaupmannahöfn. Ég var hann frægur á Íslandi og mér var sagt það og ég var ekkert að pæla í því, það hefur aldrei verið kjarn í mér að vera frægur, ég hef ekki sérstakann áhuga á því. En ég hafði skrifað undir samninga á 2 plötur og varð að fara til Íslands. Og þá var ég svona var við þetta allt saman, þessar kröfur á mig, það streymdu að mér atvinnutilboð, ég var farin að leika í kvikmyndum, ég var í sjónvarpinu, ég var með tónleika og þú veist á þessum tíma var bara ein sjónvarpsstöð. Og Íslendingar þekktu mann alveg í útliti og það var oft erfitt að vera til vegna frægðar. Ég kærði mig ekkert frægðina. En þá fór ég inn í þessa sem sagt svona sálar eitthvað, maður að segja, eins og maður tekur, ég ger allavega annars slag, ég tek sjálfa mig vel í gegn. Og á þá tíma var ég að spekula til hvers ég listamaður? Er það til þess að fara niður í Þjóðleikhús og sitja á bekk og bíða eftir að fá eitthvað smá hlutverk, lánaðan texta frá öðrum og nafn frá öðrum, eða ætla ég að gera eitthvað eins og til dæmis að vera ég sjálfur? Og svo blandaðist inn í þetta að maður vann og svo var alltaf verið að stela mér peninga og ég sá ekki peninga nema kannski frá Þjóðleikhúsinu eða stofnunum en plötuútgáfa og allt tengt skemmtanalífinu, maður sá yfirleitt ekki peninga fyrir vinnu sína þar. Og svo gerði ég mér erfiðara fyrir því að ég neitaði að spila fyrir drukkið fólk og þar með var ég nánast atvinnulaus. Það beygðist allt upp á böllum, ég fór aðra leið og þá fór ég að átta mig á því, sko, ég hafði rödd, ég hafði ákveðna hlut að segja. En lengi vel þá var ég með þann að aðrir ætti að sjá að ég myndi styðja við baki og öðrum. Við langaði aldrei að vera framalega í þessu. En svo gerist það bara með þessu viðtali að það svona misskilningur. Ég hélt í fyrstu að manninn vantaði, hann Smára vantaði upplýsingar og var kjaftaði svona út á víð og breið og málin, en svo birtir hann þetta. Og þá ekkert aftur snúið, ég var ekkert að kippa mér upp við það. Ég er svona... Þannig að þú hélst þú væri að fara í off-record viðtal sem að væri... Já, hann tók það upp og svo ræddi ég við hann alvarlega það og sá hann það fyrst þetta ætti að vera þannig gert, þá myndi við vinna þetta almennilega og ég myndi, ég var ekki hræddur við að opinbera mig, það var alls engin hræðsla þar. En hann, einhvern veginn sagði mér þetta hann fór í sumarfrí og lét þetta í hendurnar á Samúels fólkinu og þeir ákváðu bara að bygta það eins og það var. En það voru myndir af þér með þessu, ég minnir að það hafi verið hérna við styttu niður í bæ. Við fórum í labbitúr með ljósmyndara og þetta átti alltaf að ganga saman, sko. En það var ekki gert, eins og ég hefði viljað. En gert var gert og ég var á kafi þá í stóri kvikmynd, morðsögu. Þar var ég aðstoðarleikstjóri og gerði leiktjöld og ég veit ekki hvað ég gerði ekki þar, en það var nú 2 ára að vinna og þetta svona, það truflaði mig ekkert að vera hommin. Ég gekk undir því nafni lengi vel. Ef menn myndi ekki nafni mitt þá sagði bara hommin og það dugði. Það er ekki fallegt. En segðu mér hérna, áður við tölum viðbröðin við viðtalinu. Þú lýsir þessu svona eins og þetta sé ekki hluti af einhverju svona hreyfingu eða umræðu sko réttindi samkynhneigðra, heldur þetta svona frekar svona persónulegt fyrir þig, þar sem að þú ert að eiginlega taka ákvörðun að svona vinna með sjálfvæð. Þú ert náttúrulega
fjölbreytta hæfileika, þú getur allan ánskotan, þú getur skrifað og leikið og þú getur teiknað og guð má vita hvað þú getur ekki. Þannig að það hefur kannski haft svona áhrif á að þú ert eiginlega að taka ákvörðun það að svona, hvað við segja, móta þig sem svona listamann sem einmitt þannig, hann verkfærið sjálfur, frekar heldur en að þetta sé hluta af einhver hreyfingu. Þetta sjálfstjáning. Þú átt viðtalið. Þar er ég svona litið tilbaka, þar er ég svona tvístígandi, ég er svona leita sjálfum mér, sko. Og þetta bara hluta mér og ég var ekkert, það vafðist ekkert fyrir mér. Og ég var á, eins og ég segi, ef maður gerir ekki mistök, þá þróast maður ekki. og ég er svona ófeiminn við það að taka þátt í hlutum og gera hluti og ég veit það vel að það er langt frá því að vera full unnið og svo vinnur maður úr hlutunum en þarna á þessu stigi var ég þá er ég 30 þegar þetta viðtal kemur út 1. ágúst 75 þá var ég komið með ýmsa reynslu en ég var búin að tala þetta í 9 ár við hommahópinn hérna í Reykjavík en það voru allir dauðhræddir og menn mistu jú vinnuna og húsnæði og svo framvegis og hótanir voru miklar og þetta var tímum Geirfinnsmálið og Breiðavíkurmálsins og allt þetta. Þetta ástand í þessu samfélagi var ákaflega ofbeldisfullt. Það var mjög lengt ofbeldið allstaðar í kringum mann. En ég átta mig svo á þessu, sko, ég verð fyrir áfallið þegar ég er búin að vinna í 2 ár að morsögumyndinni og ég er svikinn laun mín í 2 ár og ég hafði lagt peninga þar í og svo framvegis. Þetta var mér mikið áfall og ég tapaði aðleigunni og það var bara sjálfsmorð, það var næsta stigið. En svo var það að ég áttaði mig á því á því augnabliki sem að ég ætla að drepa mig að sko, ég myndi taka fullt af fólki með mér, saklausu fólki. Ég ætla að deyja í gasi. Það þyrfti nú ekki að fara mikið nema einn neisti til að sprengja húsið upp. En þetta var til þess að ég svona rankaði við mér og áttaði mig á því það sem ég verið búin að vera að tala ég settist bara niður og fór vel í gegnum hver staða mín. Skilgreindi sjálfa mig og það að átta mig á því þetta málefni og eins og ég oft sagt, sko, ég áttaði mig að ég fann hvergi leiðtoga á Íslandi. Það var engin foringi í þessum málefnum til og allir á móti þessu. Og þá var það bara ein niðurstaða, ég varð að vera sá foringi. Ég gat ekki lengur beðið eftir aðri gerðu það sem ég langaði til að yrði gert. Svo ég axlaði þessa ábyrgð mína bara ákaflega einfaldlega. Þannig að þar í raun og veru þá er ég 31 ára gamall. Og þar hefst raunverulegi viðsnúningur. Og þar er ég komin loks með grunn sem ég stend alveg á og stofna samtökið 78. Kom hingað sérstaklega til Íslands 1. september 77. Þá hafði ég líka þá reynslu, ég var búin að vinna mér inn nafn sem leikstjóri og þótti dugandi þar í og traust, það var aldrei fyllir í að svona rugla á mér og menn treystu mér og þannig að ég lét sem sagt ég ákvað að fara að ferðast og vera sýnilegur í þorpum landsins á götum Íslands. Og eina sem ég hafði það var gítarinn minn og sögurnar sem ég gat samið og söngvar. Já, mjög auðvelt með að semja söngva og sögur. Og ég hóf að ferðast með gítarinn og labba plássin. Og ég oft listi, sko, þetta var eins og að hlusta á rimlakar gardínusöngir, sko, það voru allir á bakveg glugga að fylgjast með mér.
og ég vissi það og ég var bara kurteis, brosmildur, fór í kaupfélag og símstöðina og labbaði inn á bryggju, sýndi mig og svo hélt ég áfram í næsta pláss. En fyrstu árin kom enginn á tónleika. En leikstjórinn... Bara enginn? Nei, það var ekki að ræða það. Ég leigði samkomuhúsin en það var oftast var þannig fyrstu árin sko. Og svo fekk ég að heyra að ég ætti nú að pilla mig í burtu og anskota sig í burtu og þetta var svona, andstigðin var gríðarleg, en svo inn á milli, sá maður svona glitta í augu sko, sem að ég las úr sko, jákvæðnina. En fólk almennt svona var ekkert að tala við mig nema það tengdist mér í gegnum leikhúsin og húsráðendur. Ég átt sagt á sögu sko, þegar ég kom á staðinn, þá er ég búin að vera nokkur ára í þessu, að þá fóru, ég sagði oft við húsverðina, fyrst ég hérna á annað borð, þá er ég búin að kveikja kert og búið til te, þá ætla ég að segja þér sögur og syngja og svona smávegis og þá fór ég að taka eftir því að ég gerði það reglur, kom árið seinna og þá komu umsjónarmennirnir með fjölskyldu eða vini, sögðu hvað ég var að gera og þannig fór allt í að fólk að hlusta og það fór að koma og þá átti ég kannski stundu fyrir fargjaldinu og uppihaldinu og svo framvegis. En maðurinn sem út að lýsa, hérna annars er þetta maður sem er að berjast fyrir hóp, en hins vegar er þetta maður sem er eiginlega bara einn, sem að bara fer einn í viðtali náttúrulega og svo segir ég að við verðum að vera sýnilegir og best ég taki það bara að mér og ég fá allan skítinn og skömmina og ferðast og geri það. Ég meina, hvort ertu? Ertu maður sem ert að berjast fyrir félag eða ertu svolítið eitt svona á þinni leið? Eða verður það að ná að samina þetta eða hvernig sér þetta fyrir þér? Sko, þú ert ekki mikil svona félagsvera, þú ert ekki góður fundamaður, er það svona að mæta á fundi og byggja upp? Jú, ég get það, en sko, málefni sjálft, starf mitt sem listamann, þá er það þetta, ég hef sjálfa mig og ég er á þeytingi allan ársins hring í minni vinnu og þetta einkennir allt sem ég geri. Ég virðist hafa þennan eiginleika að byrja, ég móta mjög stýra stefnu, ég tala við fullt af fólki áður en ég byrja og svo fer ég í gang, setja það í gang og virkja aðra. Þetta er sama ef við skoðum bara samtökið 78. Það er mjög gott dæmi hvernig ég vinn. Ég kalli þetta svona tímabundið einræði og ég set saman stefnuskrá, ég set fram að mjög skýrt það sem ég er að gera, útvinna sem leikstjóri, dreg inn fólk sem ég finn, sem ég treysti til að, það er ekki sama hver það er, ég er dálítið töff á því að velja fólk, rétt fólk og svo set ég það í gangi. Þetta er svona ég átt í listi, sko, ég íti bílnum að stað, ég finn ykkur til að setjast undir stýrið, svo íti bílnum að stað niður brekkuna. En ég er farinn, vegna þess að ég er ekki aðeins til þess að setja mig í oddasætið, vegna þess að ég, til dæmis eftir samtökin 78 stofnuna, ég bjó hérna við lífshótanir, og það sýndi sig seinna þegar það var reynt að drepa mig. Ég fann fyrir höfnuninni víða og það var lokað á mig víða og ég bjó erlendis, þannig að ég kom hérna heim og þá maður gat keypt farseðil hjá flugfélaginu, loftleiðum til Íslands, þá var það 3 mánaða miði og þess vegna var ég að plana þá 3 mánuði mjög upp á dag hvernig ég vann og svo leið mér bara alveg ágætlega heima hjá mér í Kaupmannahöfn. Svoleiðis að ég kom hérna hingað vel undirbúinn í hvert skipti og svo var ég farinn.
og fórst þess að ringi kringu landið aftur og aftur það sem að enginn var og hvað er það langur tími þangað til að eru komnir svona einhver hópur að hlusta á því? Hvað erum við að tala 3 ár eða erum við að tala 8 ár? Nei, 10 ár sko. 10 ár. Það sem enginn að koma. Já, þú veist, 1-2 manneskjur sko, en það var lengi vel ef fólk kom, það voru kannski 2-3 sem mættu og ólíkt öðrum þá spilaði ég ekki síðla kvöld sko, ég byrjaði klukkan 8 og var farin að sofa þegar hinir strákarnir komu þegar byrjuðu seinna að fara svona að rúta en það var meira, þá voru þeir meira á fyllir í svæðinu sko. Ég var bara svona edrú og hélt áfram mínu starfi þannig sko. Nei, ég tók þetta bara einfallega sem starf og vann svo með leikfélögum og vann oft út frá, ég var staddur á einu stað í 6 vikur hjá einhverju leikfélagi og svo vann ég oft út helgar, ég hélt sköttlaðast út frá með tónleika nærliggjandi svæði. Þannig að, ég var alltaf fyrst að finna fyrir því að þú væri raunverulega svona óvelkomin aðskotahlutur í samfélaginu í langa tíma. Og ennþá, þannig það bara finnst þessi. Það ekki af sömu ástöðu sem það núna eða hvað? Verður fyrir fordómum yfir þú sett samkennur í dag? Nei, lítið. Ég svona, en ef ég lýsi, sko, þetta var, ég bara var með, eða hef þessa trúa sem ég að gera, þetta var ofta til þessar hótanir og svona þessi leiðindi, þetta var bara svona ryk á axlinni, ég tók ekkert mikið inn á mig. En varstu ekki lamin einhvern tímann eða varstu ekki, var ekki látið verða á hótununum? Menn gerðu tilraunir til menn gerðu tilraun til þess en þeir áttu þessi fljótlega því ég var í toppformi, ég var í dansi mikið og ég er mikill göngumæður, ég alltaf gengi sko, ég vil 10 km á dag, ég fer mikið út að pæla og ég var í toppformi og það var einu sinni manni á Norðfirði, þá voru menn sem reyndu þetta og ég hendi þeim út úr húsinu, 3 stykkjum og svo var ég að fara heimtíminn kvöldið síðla og þá eltu þeir mig og ég man alltaf sko, ég var að labba ég anskoti, hvað ger ég nú? Og þá reyna sem ég gæti gert, ég sneri bara við og labba á móti þeim, alveg blákaldur við þá og þá hlupu þeir. Þannig að, nei, ég var ekki hræddur við svona hluti, sko. Þú hlýtur að verið í svona varðbergi gagnvart umhverfinu meira heldur en að má ætla að fólk sé svona almennt, að það svona ógn í. Þú getur lent eiginlega hvenær sem í einhverjum leiðindar aðstæðum, einhverjum hreit, einhverjum orðum í þig og einhver sem að sýna bara að hann vilji ekki hafa þig og þetta náttúrulega, þetta er ekki indælt. Sko, eins og ég var að segja þér áðan, sko, ég tók þetta bara eins og reiki, sko. Ég var ekki að taka þetta inn á mig. Sko, það er það sem með alla þessa söngva, ég nú í samið 100 söngva. Og þeir eru allir bergmál á þetta. Það sem ég sá, það sem ég upplifði, það sem ég heyrði. Og það var ekki, ég var að spegla, sko, ég er leikhúsmaður, ég er að spegla samfélagið, ég er að spegla þann tíma, minn tíma. Ég er að spegla það sem ég sé, heyri og upplifi. Þannig eru söngvarnir mínir. Þannig að þetta er gjöf sem að, sko, tjáning. Er það sem bjargaði mér alltaf. Og ég þurfti að sjá peningamálin, að verða ekki blankur, hafa efni á því að gefa út plöturnar mína, ég gaf út plötu annað hvert ár og vinna þetta og fara í stúdíó og skipuleggja þetta þannig að ég kláraði eina plötu á 3 dögum. Þaulskipulagt, borgaði mönnum leið og þeir voru búin að ljúka sínu og svo hélt ég áfram. Þetta var Ég veit að ég vann ekkert eftir þessari formúlu að ég bara gerði hlutin, ég gaf þetta bara út, þetta var nokkurs konar nafnspjald, þú gast keypt þetta og vildir, ég var ekki að neyða þig til þess og þarna var þetta
og ég hélt áfram mína ferð. Þú veist, ég var ekkert einmana eða neitt slíkt. Ég var þjáðist ekki af neinni dramatík þannig, sko. Ég hafði mikið að gera og ég sökti mér í þessa vinnu og hafði gaman af. Þú komst úr svoleiðis svæði að vera einmanna að þegar þú varst að íhuga að drepa þig, þar sem þú varst sko, svona fyrirlitin, blankur og svikinn, að þá hefur náttúrulega verið með alveg yfirþyrmandi einmanna kennd. Þetta svona vendipunkturinn í tilverunum minni að þarna mótaðist ég eftir þetta. Það var sárt, það var erfitt, en ég tók þetta, bara ég leita á þessa baráttu mína sem starf mitt sem listamann. Þetta var mín skylda, þetta var ekki bara skylda, þetta var minn vilji. Þetta vildi ég gera, þetta var starf mitt sem listamaður og ég hafði rödd, ég hafði að tala og þannig stóð ég við þetta. Og smá saman, sko, eins og leikfélögin, fólk sem kom og vann undir minni stjórn, ég hafa passað með að vera ekki með einstaklingum, einum strákum til dæmis, ég lenti stundum í því að það átti að ég átti að vera að reyna við stráka og fleira og þá fór ég bara í stjórn leikfélagsins og sagði, ok, þetta er mjög einfalt. Það verður fundur með þessum aðila sem ber þetta upp á mig og foreldurum hans eða aðstandendum og stjórn leikfélagsins. Og ég vil heyra þetta beint frá viðkomandi. Og það urðu aldrei neini fundir vegna þess að menn rukku tilbaka því að ég var fastur fyrir. Ég vissi upp á hár að þetta var þvæla. Þetta var svona, þessi vinna, þetta var bara að vera sjálfum sér samkvæmur og vanda sig. Ég gerði það. En samfélagið á þessum árum, fyrir kannski svona 50 árum, ég var með Ragnar Aðalsteinsson og vorum að ræða þessum Geirfinnsmálið og svona hvernig svo staða sem að þeir krakkar voru settir í bara fyrir að vera síðherðir, nota fíkniefni, vera svona í aðri samfélagsins, að þau voru bara, það var ekki hlusta á það var svona Hérna var hljóðið. Heyrur í mér eða? Það var grimmt samfélag. Mjög, miskunnarlaust. Svo ferðu út til Danmerkur. Og þá náttúrulega kannski skiptir mestu máli að þar sko subkultúrin, samfélag homma, nógu stórt til þess að þetta lifa innan þess, en svona samfélagið í heild, ef þú myndir reyna að meta það, voru Íslendingar bara áratugum á eftir dönsku samfélagi að því leiti að sko samfélagið sjálft, viðbrögð yfirvalda og svona hvernig var talað fólk í fjölmiðlum og svona og formlega samfélag, voru Íslendingar langt á eftir að því leiti eða var munurinn fyrst og fremst sá að Danmark var nógu stór til þess að bera svona smá subkultúr þar sem þú gast lifa þínu lífi, hvort sem var í Kristjaníu eða bara í hommasamfélaginu eða eitthvað staðar. Já, ég var nú ekki Kristjaníu maður. Nei, ég tók þessi dæmi sem annan svona subkultúr. Já. En sko það sem ég hef talað þetta við vinum mína sem voru í Kaupmannahöfn, þegar ég kem þetta 1970 og allt í einu upplifi ég umræðu samfélagið. Það var umræðu sem var ekki til hér á Íslandi. Það var bara ekki rætt. Hvað var það? Var það eitthvað ofan á brauð? Allt í einu fer maður að taka þátt í, og ég fer þarna til að kynna mér pólitískt leikhús og verð svo heppinn að ég lendi strax inn í íslenskum hóp sem með pólitískt leikhús og við vinnum saman verkefni þarna og ég fer mikið út á við inn í Kaupmannahöfn að skoða pólitískt leikhús á ýmsu stigi og maður fer allt í einu að átta sig á samfélagslegri, að segja dýftinni, hún var svo flöt hérna. Þú máttir ekki vera svona, þú máttir ekki vera hinsegin, þú máttir ekki þetta og þá var allir að taka, það töluðu allir undir rós á Íslandi og allt í einu uppkvæmta með það voru til orði yfir ýmislegt og það var svona fullt af svona hlutum sem maður fór að sjá fyrir sér og kynnast
og skoða samfélagið út frá allt annari, frá allt öðru sjónarhóli. Og þetta eins og ég stundum bent á að sko, ef maður skoðar baráttusögu undanfarna áratuga hér á Íslandi, hvað það mikið af leikhúsfólki sem þar stígur fram. Og það þarna sem ég að sko átta mig á því að til dæmis eins og ég gat stofnað Samtökin 78 því ég finn mann sem gat staðið undir því að verða formaður. Ég gat ekki gert það öðruvísi. Og það var Guðni Baldursson. Hann skildi nákvæmlega því ég var að segja og hann hafði innsýn inn í þetta allt saman og var tilbúinn að fara í þetta. Og þá kom í ljós að hann var nákvæmlega sama sinni og ég sá hann, sko, það þýðir ekki að vera með eitthvað samfélag, eitthvað samtökinn í bæ ef við gerum ekki eitthvað róttækt. Það sem við verðum að gera að stefna á alþingismenn, valda fólk, tala við þá, koma okkur vantaði vernd. Við höfðum á tilfinningu sko að löggan mátti berja okkur og það var allt í lagi, allir máttu berja okkur, allir máttu vera ógeðslegir við okkur. Þetta var þetta andrúmsloft í samfélaginu og þetta það sem Guðni skilur. Og Guðni kominn 2-3 ári seinna, þá hann kominn inn í framboð. Með Vilmundi Gylfa og fleiri strákum. Og fólk sem studdi, því að það aldrei svo að, og þetta ég gerði mig grein fyrir því strax, að það aldrei svo að það sé 100% allir á móti manni. Þannig að það var að finna þá jákvæði, það var að skapa fylgi. Byrja baráttuna þar, ekki vera upptekinn af þeim sem allra mest á móti þér, heldur að byrja að vinna frá þeim sem eru með þér. Já. Og ég marg undirstrika þetta við fólk sem ætlaði að fara sko, að rífa kjaft við einhverja eins og voru að skrifa í blöðin, einhver sjómaður sögum með sjóum kynvillingarna og svo framvegis. Leyfið þeim að skrifa þetta. Þeir eru að lýsa því sem við erum að byrjast gegn, en við erum ekki verið að rífast þetta fólk. Það ekki til neins. Ég trú ekki á rifrildi. Þetta hægfara vinna og bara samtökin í Danmörku, þau eru stofnuð 1948. Og ég valdi nafnið á samtökin 78 til að sýna við erum 30 árum á eftir. Þetta mjög típist. En það að vera svona hneigjast þess að fara að rífast við þann sem er hatramustur og móti manni, það svona gildra sem auðvitað að ganga í. En að sömuleyti, ef ég man þetta rétt, að þá var svolítið verið að stilla samtökunum 78 einmitt þannig upp að svona umræður eða verið í sjónvarpi, að þá voru þið bara að mæta einhverjum úr Fíladelfíu og Gunnar í krossinum sko fram eftir öllu, það var alltaf verið að stilla upp á móti sko, svona eins og það var verið fáralegum öfgasjónamiðum á móti ykkur eins og þið værið öfgasjónamið. Já, en ef þú tekur eftir því og hefur kannski ekki tekið eftir, ég veit það ekki, þá tók ég ekki þátt í þeirri umræðu. Nei. Almennt ekki, ég var hérna kannski á tíma. Ég man eftir Guðna í þessu, þar sem hann kemur bara með þína svona klassísku mannúðar sjónarmið og hann þarf að mæta bara einhverju fulltrúa miðalda. Svo fekk hann mjög sterkan mann með sér, Þorvald Kristinsson. Þetta, sko, það var kannski eins og hommaveröldin áttaði sig ekki á því hvað ég var að gera. Ég var að ferðast landi og tala við þorpin, fólki út á landi. Menn voru ekki alveg átta á sig, þeir héldu ég væri ykkur sko, samkeppni við að vera vinsæll trúbadur eða rockar eða eitthvað slíkt, sem ég var aldrei og kom aldrei inn á þann flöt í minni tilveru. En ég tók aldrei, og svo gerist það líka sko, og lendir í svo hlutverki eins og ég að vera brautriðandi, þú skapar völlin, þú skapar farveg fyrir fólk og þá allt í einu þegar hópurinn kveikir á þessu á hugmyndinni og reiðist fram, þá ert þú fyrir þeim og þú ert að fara frá þeim og ég geri það, ég stíg til hliðar því að tilgangurinn minni hefur aldrei verið, þetta kom til dæmis greinilega fram á Austurvelli eftir búsaldabyltinguna, þá voru allir yfir sér hneykslaðir á mér, eða allir eða margir, en ég steg til hliðar og máli var það, ég hafði náð því markmiði sem ég setti í upphafi
og ég gerði þetta og ég gerði þetta áður. Ég held að mér að þú hefur fjallað eitt sem sagt í kringu 2001, það var kallað Njálsgötu uppreisnin eða eitthvað slíkt. Ég var nýfluttur á Njálsgötuna og það fór allt annan enda hérna. Ég skipulagði aðgerði í sambandi við bílastæði og þrif á götunni. Ég man að mér brá þegar ég sá einhverja fyrirsögn, ég held að þú eru ritstjóri á blaði sem fjallaði þetta. En ég fer alltaf tilbaka, sko, ég bara setja þetta í gang og ég veit þegar maður er búin að ná smá kraft í þetta, þá rúllar það áfram. Ég sný mér að næsta veginn. Segjum ef það er ykkur að hlusta á okkur og er að svona velta þessu, hvað get ég lært af svona baráttu harðar? Er þetta eitt af því að kannski að átökin eigi sér ekki endilega stað í ykkur kastljósi eða vikulókunum, heldur getur að verið alveg eins gott fyrir þig að fara og bara vinna hægt og bítandi á því að vinna málefninu farveg á Norðfirði og Egilsstöðum og Höfn. Það er þín aðferð. Það er þú að ávarpa bara almenning beint en ekki í gegnum hinna svona formuðu, skipulögðu umræðu. Er þetta að segja það? Nei, það er aðrir sem taka það að sér. Og þetta er eins og í öllum svona baráttumálum, finnst mér, að þetta tekur tíma. Og ég sé það þannig sko að það kemur alltaf hæfileika fólk til að taka þátt í þessu. Þetta er mitt hlutverk að rifja veginn, halda þessu áfram, halda þessu gangandi vitandi að þetta tekur áratugi. Og ég man alltaf því ég var að lesa kvennabaráttuna, sko, 1895 byrjað að skrifa hana fyrst í einhverju blaði héti Reykjavík og það var 85 og það gangaði gegn lög sko, á Alþingi 1915 held ég man ekki að nákvæmlega ár, en það var 30 ár þarna. Og þá var með þeim skilyrðum að konur eru að vera giftar og hvað fertugar eða eitthvað, ég man það ekki, þetta er langt síðan ég las þetta. Og þarna lærir maður og sér inn í baráttu, barátta tekur allt manns líf, það er bara þannig. Ég skoðaði einu sinni í sambandi við kosningarétt kvenna þegar maður kemur hérna 2016 held ég eða 15. Og það var ekki fyrir í kosningunum hérna 1900, maður ekki hvort það var 67 eða 71 sem að kosningaþátttaka kvenna var jafn mikil og kalla. Það tekur hérna langa tíma bara fyrir hópinn að svona raunverulega taka réttindurum sem að fær, sko. Þannig að þetta er rosalega seigfljótandi, sko. Það er það. All barátta tekur svona tíma þegar maður áttar sig á þessu. Þá kemur svona, eða kom í mig allavega svona vissa, sko, ég var bara pollrólur, þetta tæki allt mitt líf, þannig að, já, allt í lagi, þetta inntæki í mér líf. Og þá getur þú tekið svona ákvörðun eins og bara búa til þín eigin svona vettvang, leikhús, það eru tónleikarnir sem þú ferðast með landið, það eru fundinir sem þú er með Austurvelli, frekar heldur en að fara og reyna að búa, skapa sér pláss í þeim vettvangi sem fyrir er. Ég reyndi það reyndar, ég hef skrifað það líka að sko, ég kem til landsins 91 og svona til hliðar við samtökin 78, ég ætlaði þar inn í og fór til í framboð sem formaður og þá fann ég þessa andúð og sko, það lá við að væri skipuleg sko, bara unni gegn mér sem hvern anskota hélt ég væri og ég lenti í átöku við þetta fólk og ég sagði ég nenni ekki að eyða tíma minni með þetta. Ef ég fyrir þeim, þá ætla ég ekki að vera, það var ekki tilgangur minn að vera fyrir þessu fólki. Ég dró mig bara tilbaka. En ég vitandi það kom annað fólk og mér hæfar að mínu mati og ég man alltaf, þetta voru alls konar innan félags átök og sem eru eðlileg. En ég sá ekki tilganga, ég sá ekki að ég myndi betur bæta hlutina neitt með því að stefna til rifrildis og meiri átaka innan samtakna 78. Og þegar Magga Pála kom, þá vissi ég að það var manneskja komin á rétta stað. Þannig að ég dróð mig bara tilbaka og sagði mig úr samtökunum og var ekkert að súta það.
Annað sem bara... er einkennandi fyrir þína baráttu ég veit ekki hvað þetta kallar þetta, kannski bara einhverja þrjósku, það eins og þessi tólleikar að fara með tólleika bara aftur og aftur og aftur og aftur þó að enginn mæti og sömuliti endurtekur þetta sig í fundunum á Austurvelli sem að voru fámennir til að byrja með. Það er þessi að gefast ekki upp, halda áfram. Er þetta byggt á, hverju er þetta byggt á? Vissum það að oftast gefist við náttúrulega upp bara rétt áður en sigurinn er komin, því að það er bara þannig að þú veist, að stundum ég segi ekki að það sé alltaf hægt að halda áfram að komi sigur, en það er mjög algengt að fólk er í einhverju baráttu og þegar það lætur á bíða, árangurinn lætur sér bíða, þá gefst fólkið upp, en það var bara kannski korter frá að árangurinn færi að sjást, sko. Hvernig sér þú þetta fyrir það? Ég sé þetta þannig fyrir mig, því fleiri sem segja að þetta sé ekki hægt, því sannfærðari verð ég. Það er alltaf, þetta er setning sem ég oft heyrt, sko, og ég man á Austurvelli, sko, mann sagði mér bara að fara heim og hætta þessum bjánaskap. En ég á bakvið, og það er því ég gaf út bókina Byltingu, og sem byggir á dagbókunum mínum, að þá allt í einu áttaði fólk sig að þetta er gríðarleg vinna á bakvið þetta. Það var ekki bara ég sæist þarna á klukkutíma, 1 klukkutíma á laugardögum. Ég var stanslaust frá ég vaknaði á hverjum einasta morgni þangað til ég sofnaði. Þetta var bara full vinna. Og þetta sem ég var líka, ég lærði svo mikið á því að fjalla Kárahnjúkana, Kárahnjúkamótmæli. Ég tók þátt í þeim og ég var meira eins og alltaf til hliðar, ég spurði, ég hlustaði, ég plana svo mikið, ég er alltaf leikstjórinn. Og þar sá ég ýmsa galla og hluti sem ég myndi aldrei gera sem skipulagi á mótmælandi eða hvaða verkefni segja þetta er fyrst og fremst gríðarleg skipulagsvinna og vera klára því sem er að gera og fylgja því 100% eftir. Og þetta held ég að hafi einkennt alla mína starfsævi og að ég er fastur fyrir. En ég stend ekki rifrildi við fólk, alls ekki. Og ég verð alveg miskunnarlaust ef að einhver ætlar að svíkja málstæðin. Ég held ég að sýnta nokkuð sinnum. Þá tek ég viðkomandi fyrir alveg og hakka á í spað. En hvað var það við Kárahnjúka mótmælin sem að þér líkaði ekki? Þeir var náttúrulega mætt af svolítið svona hörku, það var svolítið svona harka í yfirvöldum á þessum tíma. Harkan og það voru svo margir stjórnendur. Og þau gerðu stór mistök, þau treystu eins og á hvern sem var og því ég var að reyna að leita og spurði hver er hérna stjórnandi og þá kom bara einhver mannski og sagði ég, og svo fór ég að tala þess að þá kom önnur mannski og sagði nei, hún ræður ekki neinu eða hann ræður ekki neinu og þetta var svo sundrað málefni var gott og þau eins og ég sagði ráða með samtökju 78 þú verður að sækja í valdafólk, þú verður að halda samtalinu gangandi. Það þýðir ekkert að vera reiður og öskra út á götu og brjóta rúðu. Það gengur ekki neitt. Það ber ekki neitt af sér. Svona sé ég þetta, ég er hluti af þessu samfélagi. Ég er fæddur í þetta samfélagi. Ég hef nákvæmlega sama rétt og aðrir. Og allt í lagi, við skiptum þessu upp, þarna eru valdamenn og þeir hafa kjör í leyfi til að tala svona og gera þetta og hitt og í þetta fólk tala ég við með rökum. Ég kem ekki og segi þú dauðmiki og með einhvern dónaskap. Ég sest niður hérna og segi góðan dag, ég heiti Hörður og ég stend fyrir þennan málstað og ég vil og hlustir á mig. Og svo skrifa bréf og ræða við þá sem eru með valdið í höndunum. Paul Ramses mótmælin, þegar ég tók þau yfir, þau voru einn morgun, ég tók þau yfir og vann markvisst með þeim og með lögfræðingi Paul Ramses og hélt þessu gangandi
og standa við hvert segja aldrei neitt og geti staðið við það. En ef þetta þín afstaða og svona þínu vettvang, eins og til dæmis í búsátabyltingunni, að þinn vettvangur hérna fundirnir, en var ekki bara fínt fyrir þig að væri einhver annar hópur sem var með svona svolítið meiri svona gassagang, að hafa anarkistanna í miðbænum að svona, það hjálpaði alveg þínu svona leikusút og þú bærir enga ábyrgð á því, að það betra að hafa það þótt að þú kannski ekki að stýra því og ekki gera það hluta þínu leikusi. Ég segi þetta nákvæmlega, sko, þú verður að nota allt, þú verður að kunna nota allt. Ég fór og heimsótti þess að krakka, ræddi við krakkana og þó við værum með grímur og svo fremst að ég gat hitt þau grímurlaus og þau verður mjög hissa að ég skildi þekkja þau, sko, líkamsmálið og allt þetta. Auðvitað nota þetta og ég segi frá þessu í bókinni Byltingu og ég vissi upp á hár hvaða krakkar þetta voru og hvað þau var að gera og svo framvegis. Og þá bara að nota sér það. Þetta þarna og þú getur ekki sagt ég vil ekki hafa ykkur með taktu þau inn notaðu og nýttu þau kraftin. En svo ég skilji aðgerða sinnan Hörð sem að tekur að sér að vera leikstjóri og segir að bara á tímabili þá þurfum við að hafa svona innræði í þessu. En þú ert samt sko talsmaður götunar, þú tekur þér í umboð þess að tala fyrir hönd almennings. Hvaðan sækir einræðisherran það umboð? Ég meina, þú ert ekki valinn á Guði, ég reikna ekki með að þú ætlar að halda því fram eins og einræðisherran á miðöldum. Er það vegna þess að þú hlustar á alla og dregur svona afstöðu sem að þú heldur að sé afstæða hópsins í gegnum þig, eða veistu bara betur en allir hinnir? Nei, það alls ekki. Eins og ég sagði áðan, sko, ég tala við fullt af fólki og ég kanna og svo sko, þetta brennur á mér til dæmis réttinda bara okkar samkynhneigða. Þegar ég átta mig á því að það mun engi gera neitt vegna þess að ég var búin að tala í 10 ár við þessa menn sem ég þekkti og engi þeirra þorði. En ég þori. Ég alveg tilbúin að setja sko, hálsinn í höggstokkinn þannig. Það þessi vissa, sko, það að taka þátt í samfélagi, að leyfa rödd að heyrast sem verið að berja niður. Hún verður að heyrast og við eigum þetta samfélag saman. Það er ekki hægt að einn ráði í sandkassanum. Það bara gengur ekki. En þú tekur þeirra svolítið svona það vald á tímabili. Og ég að spyrja hvaðan hefur það umboð? Frá sjálfum mér. Sem samfélagsþegn og hafandi tala við fullt af fólk og með einu loforði leið og ég búin að ná settumarki þá ég farin. Ég ekki að taka vald fyrir sjálfa mig til að því þá verði ég alveg svo hinir, sko. Ef það hefði verið eftir búsátabyltingu, Hörður, ef við skulum leika okkur aðeins hugsa þetta, ef það hefði verið þarna þessi fundir sem að þú stóðst fyrir, sem að var svona kannski hryggjastykkið í mótmælunum, svo voru alls konar hópar þar í kring sem að voru að gera alls konar hluti. Þetta skipulag. Skipulag svona hryggjasúla sem að sumuleyti bjóð til sögustráðin að einhver leyti. Ef að þarna hefði verið að bak við svona stjórn, 9 manna stjórn sem hefði greitt atkvæði. Heldur að þessi fundir hefði bara farið upp í tómavillisu og bara leistu upp og ekkert orðið úr þessu, að það væri alveg lífsnauðsynlegt að væri maður eins og Hörður sem að leita þetta? Það ekki bara maður, bara ég. Það sannaðist bara strax eftir stjórnin fellur og ég hætti mótufundina og það stofnaði stjórnmálaflokkur. Og það átti að draga mig þar inn og ég tók svo til fótana og ég hljóp sem lengst. Þar sérðu þegar að kemur fullt af fólki sem vil komast til valda og hafa rödd og svo frá. Það fór allt í háa loft og rifrildi. Ég hafði engan áhuga að vinna mig upp ég talaði við stjórnmálamenn sem hringdi í mig og vildu samstarf eftir þessa fundi og ég færi þá fram í pólitík. Það var bara, það ekki mitt hlutverk. Mitt hlutverk þetta sem ég tel við hafa sýnt aftur og aftur í þessu samfélagi, að það að hafa áhrif og laga og betrumbæta stöðu okkar. Ég tilheyri engu stjórnmálaflokki, hef aldrei gert og mun aldrei gera.
ég sjálfstæð manneskja, ég listamaður og þetta starf mitt sem listamaður. Einfalt. Hver gaf Laxness leyfi að skrifa bækurnar? Hver gaf Kjarval leyfi að mála málverki? Hvar færðu leyfi? Þetta þín sannfæring, mín sannfæring sem listamaður. Þetta mitt framlag í mínu samtíma og gerðu þessu vel. Þetta alveg einfalt. Kröfurnar sem voru mótar á þínu fundum voru vann af ríkisstjórn og ríkisstjórnina burt og stjórn fjármálaeftirlitsins burt og stjórn Seðlabankans burt. Og það var eiginlega, má ekki segja það að það hafi verið eiginlega óhamingja þess að funda að þetta gekk allt eftir mjög hratt. Og þetta bara að fá hlutina burtu, en þá satt eftir svarið hvað svo, sem að enginn tók að sér að svara og búsátabyltingin bara leystist upp. Þú nefndir nú hann að borgarahreyfinguna. Ég ekki sumt að því fólki sem að þar og það, ég get sagt að það ennþá að rífast. Það ennþá að rífast. Já, en hver tilgangurinn? Það líka tilgangurinn að sýna fólki, valda fólki og almenningi, sýna það hægt að segja nei við Alþingi. Það hægt að segja nei við ríkisstjórn. Það hægt að fella ríkisstjórnina. En þú gerir það ekki með að brjóta rúður, kveiki í bílum eða hvað það er. Þú verður, og ef þú skoðar þessa aðferð mína, hvernig ég hef unnið þetta, að þá sérðu af hverju þetta heppnast. Ég þora að fullera það að enginn af þessu verkefnum sem ég tekið að mér hefur misheppnast. Það hafa allar heppnast. Og það kemur fram í bókinni Bylting að fyrsta þegar átta mig aðeins á þessu að hlusta á fólk, ég fór og sama hvar ég var, ég spurði hvað viltu? Segðu mig hvað þú vilt og ég skrifaði langan lista á bíla 40-50 kröfur og ég las upp hluta af þessum kröfum á einu fundi og spurði fólki, ég spurði alltaf fólk á svæðinu, viljiði þetta? Hefði fólki sagt nei, þá hefði ég bakkað út. Það var mjög einfalt. En svo áttaði ég mig á því að þegar ég las yfir kröfurnar, þetta allt og mikið. Þetta verður stutt, blaggó, 3 kröfur, flott. Það var 4. krafan alltaf á bakvið en ég gæti ekki notað hana. Það var krafan nýja stjórnarskrá. Ég fór, þegar Jóhanna Sigurðardóttir var tekin við, þá fór ég til hennar og fullvissaði mig tvennt. Að hún myndi sjá til þess að Davíð Oddsson færi úr Seðlabankanum og það yrði unnið að nýrri stjórnarskrá. Hún stóði bæði. Og þá gat ég verið þá var ég eiginlega farin úr. Ok, ef við höldum spyrja aftur ef það hefði verið stjórn til þess að halda utan þess að fundi þá þetta bara fókast upp. Það farið vitleysu. Já, og þá voru þessi fundir og þessi krafa sem að varð svona meginstraumsfarvegur mótmælana til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Ef það hefði verið fólk sem hefði, eins og þú nefnir að bróta rúður og eitthvað svona hefði það geta verið þannig að ríkisstjórnin hefði bara mætt þeim mótmælum með meira valdi og staðið af sér mótmælin og haldið áfram og við hefði fengið minna uppgjör heldur en að úrvarð kannski. Já, þetta aldrei flóti staða þarna en það hefði geta farið illa því að eins og Geir Haarde sagði ég átti fund með honum á með minni 3. degi og hann sagði seinna ég áttaði mig ekki á því sem Hörður var að segja. Hörður varaði mig við þessu. Það var einn dagur, með minni hafi verið 50 dagurinn áður en stjórnin féll. Ég komst ekki hér úr húsi. Það var þegar Geir að vakna og átta sig á stöðunni hvernig krókurinn hans á móti bræðinu. Það var ekki, þeir ætluðu að síðasta vikan, hún var öll upptekin sjónvarpið og fjölmiðlar voru allir að fjalla grátandi eiginkonu lögreglumanna og hvað við vorum ógeðsleg við lögregluna og svo framvegis. Það var aldrei rætt við okkur sem vorum á Austurvelli, mótmælin. Það átti að kýla okkur niður þarna. En eins og ég sagði við Geir, það mun ekki takast. Hann kallaði okkur skríl og alls konar hluti og hann áttaði sig ekkert á þessu. Það var þessi svefn yfirvalda, þau eru svo óvön því að menn geta mótmælt en þeir fara alltaf með sigur á hólmi. Það hefði alltaf verið fram til þessa.
og þarna allt í einu gerist það að stjórnin fellur og ég þakka útifundunum fyrir því. Þetta það sem gerist og þarna á fólk að skilja að þetta hægt. Svo kom það að vísu í ljós að fólk þegar Sigmundur Davíð var settur af. Það þessi andi og þetta trú og skilningu fólks að þetta hægt. Það á ekki alltaf vera þegjandi og láta berja sig niður í skítinn af því að einhverjum dettur það í hug og telur sig vera meiri og æðri fyrir bragðið. Þannig þetta valda átök og hluti af því sem að var til þess að stjórnvöld treystu sér ekki til þess að fara með hörku gegn mótmælunum var það að mótmælin hjá þér voru þess lega þau nutu það breiðstuðnings í samfélaginu að það var ófær leið fyrir stjórnvöld að fara þá leið sem þau hefðu helst kosið bara að berja þetta niður. Já, en þarna kom einn hlutur sem að fólk hefur kannski kveikt ekki alveg á og það þegar ég átta mig á þessum það gerðist eitthvað fyrir þetta þjóðleikhúsið, minni mig, það var allt brjálað og ég vakna við hringingu morgunin, ég að tengja síman og það öskrandi kona á mig, djöfisins viðbjóðslegur ofbeldismaður ég væri og svo, ég veit ekki hvað, ég lagði bara á og hringdi strax upp í útvarp og spurði hvað var að gerast í gær, ég fekk að vita það og þá baði ég að fá að tala við dagskrárstjórann og ég settist aðeins og hugsaði málið og það var að biðja alla sem styddu friðsamlega mótmæli sem ég stóð fyrir að bera eitthvað appelsínu gult á sér. Og það var ungur maður sem hringdi hérna í mig, ég man ekki lengur hvað hann heitir, hér. Og ég bað að koma þeim skilaboðum til hópsins sem hann var í, að mæta hann á Austurvöll og setja varnarvegg fyrir framan lögregluna og allir sem styddu friðsamlega mótmæli yrðu með eitthvað appelsínu gult. Merkja á sig, trefil, húi, hvað það allt var. Og stuttu seinna labbaði niður á Austurvöll til að fara í viðtal og ég sá mér segni út í búðagluggum, menn voru að setja eitthvað appelsínu gult í gluggum, stofugluggum, menn bara þetta var árið allstaðar seinna daginn og svo kom ég niður á Austurvöll og ég gleymi ekki þeirri sjón þegar ég sá þarna ömmur og afa, fólk á öllum aldri, standa með krosslaða hendur og appelsínugula trefla og húur og merki. Þetta var gríðarlega, þarna skildi almenningur samstöðuna. Ég bað bara... Var það ekki samt eiginlega við þjóðleikhúskjallarann sem að ríkisstjórnin eiginlega sprakk, þetta var fundur samfélkingarnar í þjóðleikhúskjallarann og gríðarlegur massa fólki fyrir utan og sem að þrýsti á þetta og ég veit ekki, ég var ekki hérna inni en því ég líst undir þannig að fólki þetta inni raunverulega bara beygði sig undir svona aflið í mótmálunum. Já, það áttaði því að ég var með mjög öfluga konu, Sillu Ragnars, sem sendi út þúsundir skilaboða á hverjum einasta degi hvað ætti að gera. Þetta, hún var í því, hún safnaði allan veturinn e-mailum og hún fekk skilaboð frá mér að þarna ætti að senda út og þarna átti að umkringa, þarna ætti að fara niður á og það Sverrir Garðarsson hringdi í mig og ég fekk ráð frá hinum og þessum reynsluboltum og fylgdi þeim því þau voru góð og það var eins og að beina fólkinu niður að þjóðleikhúskjallaranum og hann, minni Sverrir hafi fullyrtað við mig, ég skráði það hjá mér, að ef að það tækist þá myndi stjórnin falla. Og þetta svona fullt af svona, en fólk almennt hafði á tilfinningunni að það hafði tekið upp á þessu bara sjálft. En skilaboðin frá mér og sem Silla sendi út, þau voru alveg massavír og stanslaust og að stjórna. Og þú varst á bakvið eins og stýra þessu svona. Já, þetta og það sem ég sagði í Silfri Egils að þetta stiður alveg það sem ég að segja, það var allt þetta. Það þetta plan
leikstjórans á bakvið svona mikla atburði. Það er að vera ofboðslega fljótur að átta sig á hlutunum og senda út skilaboð. Vera með heildarsýnuna á þetta. Herðu, ég var búin að lofa þér því að halda þér ekki hérna lengi því að það nú svona aðventan og þú ætlar að fara að borða með þínu fólki. Ég fæ að heyra í þér svona seinna og ég minna á það, þú fallist á það að vera með svona masterclass í aðgerða. Ég þarf aðeins að ræða við næstu dögum. Við munum kynna þetta betur svona í byrjun janúar en þar verður Hörður ásamt fleiri fólki hver með svona sína kvöldstund og með sínu nefi og þetta verður mjög áhugavert. Það því að eins og kemur fram í þessu vitali og fleirum að þá það að taka þátt í svona aðgerðum, þetta persónulegt mál og sömuleyti þetta svona valdefling og annað slíkt sem mjög ábyggilega gott að taka fyrir á svona námskeiði, frekar heldur en að vera bara fjallum þetta svona úr einhverju 30 fetra hæð. Já, sko, eins og ég segi og ég held að flestir sem að lenda í svona svipuðu hlutverki og ég að það sársaukin að geta ekki kynnt ofbeldinu, taka því ekki þegjandi. Það er kjarninn í þessu öllu saman. Já, og við ætlum að hvetja fólk til að gera það bara ekki. Og herðu, en ég þakka þér kærlega Hörður fyrir og þeir sem eru að hlusta hérna, nú stutt í jóla og við erum komin í jólafrí hérna við Rauðaborðið. Milli jóla nýjas ætlum við að taka svona 3 þætti þar sem við förum yfir árið með góðu fólki og svona þessum tímamótum. Það sjálfsagt að njóta þess að vera á tímamótum eins og áramótum, geta hort aftur og spáða þess í framtíðina. Og svo í janúar þá byrjum við aftur bara á fullu krafti og svo verða hérna fleiri þættir á samstöðinu, hún að byggjast upp hægt og rólega. En takk fyrir í kvöld og gleðileg jól. Takk fyrir mig.